Góðan daginn, ágæta fólk og við erum mætt í Guðsorðaþáttinn okkar sem við þekkjum orðið. Og Guðsorðaþáttur segir auðvitað að hér fer fram eitthvað sem er tengt Guðsorði og Guðsorði er lífið sjálft, þannig að umræðuefni getur verið bara þess vegna hvað sem tengist lífinu, og það er nú aldeilis fjölbreytt maður. Það er ekki bara eitthvað eitt, það er margt. Og þess vegna er svo mikilvægt að læra lífið, átta að sjá hvað lífið er og svo framvegis og svo framvegis. Og þá bendum við aftur á Guðsorðið. Það er besta kennslubókin í hvernig við útskýrum orðið líf. Lífið er sem sagt með Guði. Án Guðs þá er í raun og veru ekkert líf. Þegar Drottinn Jesús er þetta líf og orðið segir það sjálft og við trúum auðvitað orðinu að þetta var allt til fyrir hann. Má eiginlega segja það að ég sem manneskja var til fyrir hann. Og ég fæddist inn í þennan heim og lifði tíma bara eins og flesti allir aðrir menn, svolítið villtur kannski. En svo var umbreyting í hjartanu 1989 þegar Drottinn bara tók mig. Ég var ekkert að leita þess að ég oft sagt frá og allt í einu bara vissi að það var til Guð. Og þetta urðu kaflaskipti í mínu lífi. Það hafa nú svo sem verið nokkur kaflaskipti í mínu lífi og þetta var voru ein kaflaskiptin og þau afdrifaríkustu hingað til. Kaflaskipti segi ég að það hefur svona fjarað undan. Ég var nú einu sinni sjómaður og eitthvað 16 ára síðar þá fjaraði undan þeim. Og eftir það, eftir að ég stigi í land, þá hvarf öll löngun hjá þessum einstaklingi til að vera áfram sjómaður. En áður en að þessum kaflaskiptum kom ekki annað til greina en að vera sjómaður. Þess að ég hef líka oft talað að þá skipti maður oft skip. Og það var ekkert óalgengt á meðal sjómanna á þessum tíma, annað í dag sjálfsagt. En það fjaraði sem undan sjómennskunni og ég náttúrulega fer á einskinsmanns land, því að þegar það fjarar undan einu þá kannski veit maður ekki alveg hvað tekur við, allavega er ég þannig, ég skipulegg mig ekki svoleiðis. Og svo kom bara ljós þegar maður fór svona átta sig betur á því og vissi svo sem að maður var alveg tilbúinn til þess að taka við einhverju, hverju sem er þess vegna, því að mín reynsla verkum er að manni getur líkað við þau öll ef bara hugsunin er þannig. Og ég gekk inn í annað starf og entist þar í eitthvað 6-7 ár, eitthvað svo, ég man ekki alveg hvernig það var. Og þá einnig fjaraði undan því og ég stíg út úr þessu og kem aftur í þetta einskismannaland sem er ekkert skemmtilegt land. Og það eru alltaf möguleikarnir, þeir eru alltaf til staðar og maður náttúrulega horfði til þess og athugaði hvað tæki við næst og ég gekk inn í verkamannastörf. Var það í verkamannastörfum alveg þangað til 1999 þegar ég geng inn í kirkjuna. Og það er staður sem ég er ennþá á og við og er ekkert að fara neitt þaðan. Fyrir utan það er ég orðinn gamall kall, þannig að eins og við vitum við að gamlir kallar hafa nú ekki vinnu. En þetta er bara starfið mitt í dag, það er að vinna á akri Guðs og hann er minn bara verkstjóri, húsbóndi og höfðingi. Og mér finnst það að vera góð skipti og ég er ekkert á leiðinni neitt þaðan.
Ég segi eins og Pétur, hvert ættu þið að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs þegar Kristur sneri sér að þeim og allir yfirgáfu hann og hann spurði allir þið líka að fara. Og þá segir Pétur þessi fleygu orð og ég tek undir þessi orð með Pétri. Hvert hefur að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs, nákvæmlega. Ég spyr, hvert á maður að fara? Það nú ekki neitt staði sem ég á að fara á ef ég væri nú svo heimskur að yfirgefa þetta. Ég held nú ekki. Þetta það ekkert annað en heimska. Því að nú maður inn í lífinu sjálfu og á leiðinni til eilífa lífsins. Hitt voru bara störf sem voru gagnleg og allt saman það. Gáfu manni tekjur og allt saman það. En ein og sér þá eru þau engin himnasending þannig séð. Og ef þú vilt fá hana og trygga og góða þá heitir hann Jesús. Hann finnur þig, þú finnur ekki hann. Alveg svo skeiði í mínu tilviki, það var hann sem fann mig. Ég fann hann ekki, ég var heldur ekkert að leita á honum. Ég var ekki maðurinn sem var með alveg stærða lukt og ljóskastara til þess að finna Jesús kringum mig. Þannig var það ekki, ég bara lifði mínu venjulega lífi og átti marga ágætis daga, þetta nú við veitum hvernig lífið það gengur nú í sveiflum og okkur finnst alltaf við sem verið að pína okkur. En við erum sjálfsagt, það ekkert meira lagt á mig en alla aðra menn. Það langt síðan maður sá þetta og þannig að maður ekkert að barma sér neitt lengur og ef maður ekkert að gert það þá það löngu hætt. En það orð Guðs og ég gleymdi að setja hann á klukkuna það dagurinn og nóttin löng þannig að við höfum tíma. Hvað voru búin að tala lengi? Veitum við, ég sé það nokkuð starfna, ég sé ekki neitt. Það hvað, 11 mínútur já. Þá hætti ég 20 mínútur í 9. Þá ég komið með eitthvað hálftíma, 40 mínútur. En orð Guðs, orð Guðs, það hef ég séð. Þú ert kannski ekki sammála því að það líka tímasetning á orði Guðs. Að þú hefur ræðuna, hún þarf að heyrast, henni má ekki sleppa. En það svona þetta venjulega að tala í einhvern ákveðin tiltekinn tíma. Og en það allur gangur á því hvernig þetta er. Sumir eru svo málglaðir að ef það hnift í þá og þeir eru að tala í ham, komnir í ham og þá bæta við sér bara ef þeir eru beðnir að það var að steyta mál sitt. Þá það bara húlir. En þetta svona andi mannsins, andi Guðs að þetta svo öflugt. Við viljum bara tala, orð Guðs, en náttúrulega því að við erum líka þeir sem tala og oftar kannski þeir sem hlusta, að þá vitum við í sætunum að ef þetta er of langt, þá svona, finnst okkur alveg vera komið nóg og við þurfum að bíða bara eftir klukkunni og hvort að karlinn eða gellingi farum ekki að hætta. Þetta var þakklæti. Ég veit ekkert það, en þetta, við erum bara svona menn. Og menn að segja það, þetta menn horfi ekki í kringumstæðurnar alltaf. Maður margsinni svo heilt talað þetta, menn verður að veila þetta er langt að bara fara þar að veila. Við vorum einu sinni út í Afríku eða einhverju fátækari löndum og þar bara þeir fúlir ef við bara stoppuðum. En þá vorum við að átta okkur á því hvað að gera. Í mörgum þessu löndum, þessu fátækari löndum, það hafa menn ekkert. Og þeir alveg bara hoppa hæð sína fögnu þegar einhver kemur, þó ekki sínum að til þess að tala við á Guðs orð. Því það ekkert að vera í þessu löndum. Aftur á móti eru við, Vesturlandabúar og Íslendingar, kannski oflaðnir af öllu og engu,
sem gera að verkum að ég og þú, já við þurfum að skammta tíman okkar. Við skipuleggjum tíman okkar. Við viljum hafa þetta með, við viljum hafa þetta með og við viljum hafa þetta með. Og þarna einhvers staðar er Guðsorðið líka. Við viljum líka hafa það með. En við viljum ekki að það bara taki allt. Að því skipulagið okkar og bara kerfið sem við erum inn í, það býður upp á marga kosti. Við erum ekki eitt af þessu fátæku löndum. Það sem að við blasa bara, já, sanddauðinni svo langt sem auga eigir. Og fólki er fátækt, býr í reisum og kofum og ekkert þannig sé við að vera, nema bara það sem mann finna upp hjá sjálfum sér að gera, menn eru náttúrulega uppfinningasamir. Og þess vegna verða þeir svo kátir þegar herra trúboðinn kemur. Og þeir verða óskaplega húlir og skrýtnir í fram að þeirra viðkomandi ætlar ekki að tala um í höti undur. Þeir eru ekkert sammála á þessu vegna þess að hvað er að gera þegar þetta er búið? Já, það segðum við það. Þannig við verðum líka að lesa aðstæðurnar hér og þar og meta svolítið út frá því. Þannig að við dæmum ekki þetta fólk hérna á Íslandi og Austurlöndum almennt þó að það tali um þetta. Af því þetta fólk það býr við allt aðra kringumstæður en margar aðrar þjóðir gera. Þannig að við erum neitt, hvort sem okkur líkar það betur að vera, að svona skoða þetta líka. Af hverju er verið að tala um þetta? Af því að maður er margótt heyrt að reyndar sjaldnar núna að menn drepa á þessu. Getur ekki vaka eina varu og eftir maður, sögðu menn í Þingalanda. Þegar menn voru kvartund af því þeir voru svo þeir eittir, þeir þyrftu að vera með elspýtur í augunum til að halda þeim opnum. Það voru bara harka sex. En það er nefnilega vandinn við þetta stundum að við erum ekki alltaf að lesa rétt úr kringumstæðum og aðstæðum. Og það er sinn siðurinn í hverju landi. Við vorum að tala um áðan og þetta þekkjum við þér, ég meina þetta er einhver rökræður þannig og neinn kennsla, þetta er bara það sem við vitum, en kannski þarf að ýta á menn um þetta, já, um þessi atriði. Við erum skipulagt fólk. Þegar við höfum svo margt sem við getum gert og við höfum gaman að svo mörgu vegna þess að það er boðið upp á svo margt. Lífið á Íslandi til að myndi, það er ekkert einsleið. Þú getur eiginlega gert hvað sem er, þú getur eiginlega gert hvaða hobby sem þú vilt sem er, því þetta er allt í boði og hvað viltu af þessu, veit það ekki, en sjálfsagt viltu eitthvað af þessu. Og þú elskar að fara í kirkju og elskar að hlusta á Jesú og heyra hann tala. En þegar þú býrði þessar kringumstæður og ég og við, þá viljum við bara þetta sé ákveðin stund. Og henni ljúki bara cirka bát þarna eða þarna. Þannig við verðum ekkert fúlir ef að ræðumaður bara talar út í eitt. Ef að ræðumaður allt í einu breytti sér í Pál postula sem að talaði í einhverju herbyggi þarna sem að var að tala í og ungmenni sat í glugga, við svo eitt að allt verið galopið og krakkagreið datt út á 3. hæð held ég og hann bara lést, já, hann var lést og Páll lét hann nú ekkert stoppa sig og hann fór bara niður og lagðist yfir drenginn, já, barnið og svo sagði hann við fólki það er líf með honum og svo stóð hann bara upp og fór aftur inn í herbyggið þarna á loftinu og svo talaði hann lengi eftir það. Þetta sé ekki lengsta ræða sem að getur í sögunni, ég hugsa það, svona samfelld ræða. En ég hugsa nú kannski voru menn alveg svoleiðis brennandi upp að til enda, en ég leyfi nú efast um það, þó að menn hafa kannski ekki farið margir, að ykkur hafa nú verið farin að hugsa með sjálfsögðu, hvernig er þetta með að Pál allar hann ekki fór að hætta þessu?
ég held að fólk hafi aldrei ekkert verið neitt öðru sem þengjandi þá eins og er í dag. Þó að þeir virðast hafa setið undir þessari langloku hjá Páli vini okkar. Þannig að það er allt til í þessu. En ég held að Drottinn sé svolítið uppálagt með það að við séum skipuleg með tíma. Það hefur mér alltaf fundist vera rétt og við vorum að geta aðstæður manna. Við búum hér á Íslandi við allt alveg aðstæður heldur en þessi fátækari ríki og þetta vitum við mjög vel. Þannig það er ekki verið að segja neina hebresku hérna, óskiljanlega hebresku. Þetta allt saman liggur tært fyrir. Og þetta þurfum við að vita og fara eftir þessu líka. Er misbrestur á því? Ekki svo mikið en það svona kemur dettur alltaf einhver inn og virðir ekki þetta. Annars hefur maður ekkert orðið var við þetta núna síðustu ári. Það var svolítið þannig í eina að þá vissi maður ekki ef ykkur komu nýir. Hvað er lengi núna? En hins vegar það þannig þegar koma útlendingar sem gerist alltaf annars lagi þá eiga þeir nú til að tala bara, þess vegna á annan tíma. Og stundum maður alveg í stuði til þess að hlusta og svo framvegis og góðir ræðumenn og með mikið og gott efni frá lifandi Guði, þannig að Drottinn veit alveg svo sem hvernig hann á að gera þetta. Og þá finnum maður kannski ekkert fyrir því, en maður getur alveg fundið fyrir því og farið að finna til leiða ef þetta er ekki svona, svolítið eftir bókinni. Ég veit ekki hvað mönnum finnst þetta, kannski finnst þetta að vera lítil trú í þessum kalli. Þetta sé ekki bara svona ásköpu normal trú hjá honum. Ég sá það. Það breytir ekki því að okkur er boðið svo margt annað en þetta. Og við erum kannski gleypum of mikið af því og hlaupum á milli, svo gleymum við aðalatriðinu að hvíla okkur. Það er eitt sem að Drottinn vill benda okkur á. Að líkaminn, ef hann er keyrður áfram, þá þreytist hann. Og þess vegna þurfum við að hvíla okkur. Þetta eru hluti sem við vitum þetta mjög vel því að við erum manneskjur og við þreytustum og höfum oft orðið þreytt. Og stundum höfum við orðið svo þreytt að þegar við leggjumst á koddann í rúminu okkar þá segjum við besti staður í heimi. Þetta litla fleti verður allt í einu besti staður í heimi. Og stundum hann besti staður í heimi. Því við þurfum á öllu þess að halda. Við þurfum að vera í aksjóninni. Við þurfum að lofa Guð sem eigum til trú. Og gefum þessu öllu tíma. En kannski erum ekki mikið í því að skilja neitt út undan þannig séð. Við getum ekki alltaf verið í öllu, en að því við erum skipulagt fólk, þá getum við að haga deginu þannig að það er tími fyrir mikið af þessu. Stund hér og stund þar. Og svo svona tíminn, fastu tíminn, það er þetta Guðs orðadæmi og því viljum við aldeilis ekki sleppa. Því það er lífið sjálft eins og vorum að tala í upphafi og við þurfum svo mikið á því að halda að það virki og verki. Og það virkar og verkar að við viljum að það virki og verki. Þess að þetta er allt ákvörðun mín að láta þetta virka og láta þetta verka. Þess vegna mætum við hér og mætum við það og þá virkar þetta og verkar þetta eins og til var ætlast. Og við fáum okkar út úr því sem verið er að gera og núna erum við undir Guðs orða flaumi vegna þess að hjartað í okkur það vill heyra það líka og einkum og sérilegi kannski sækist það eftir því hjá trúaðri manneskju. Ég er nokkuð viss að svo er. En hún gerir margt annað líka.
fullt af hlutum sem hún gerir líka. Menn á vinnuskyldu eða vinnualdri eru náttúrulega trúaðir margir, ungir menn. En þeir eru ráðnir til að starfa við þetta og hitt og þeir verða að sinna því. Þannig að þessu leyti eru við tvískiptar manneskjur. En hversu mörg okkar sem erum á vinnumarkaðnum og erum trúaðar manneskjur, vildum ekki geta haft það þannig að fara bara starfin í kirkjunni. Ég hugsa að það séu nú mjög margir og ég þráði það að starfa í kirkjunni og ég er búinn að starfa þar í, síðan 2000, þetta er orðið nokkuð langur tími. Þannig að ég er einn af þessum lukkunnar pamfílum í Jesú nafni. Ég verður bara að segja það alveg svo ég er. Og Drottinn hefur haldið vel þennan, þennan einu sinn unga mann, en er það ekki lengur. En trúin hefur haldið sér, hún hefur vaxið, og þó aldurinn færist yfir, þá vex hún, af því það er bæði minn vilji og þetta líka Guðs vilji. Ég vil vaxa, ég vil ekki stoppa henni. Af hverju þarf ég að stoppa? Ég segði með það, ég þarf ekkert að stoppa og ég hef heldur ekki stoppað. Ég er bara við þetta, að ég trúa því að það sé gagn af þessu, ég trúa því að fólk þurfa að heyra þetta, ég trúa því að þetta geri það gagn að þetta byggi upp fólk, trúarmanneskjur. Og þegar ég fór að stað með þetta, það er orðið nokkuð mörg ár síðan og þá var það svona markmið að tala til trúarmanneskjur. Ekki ótrúaðra, vantrúaðra, heldur trúaðra mannesku og byggja þær upp í Jesú nafni því að það er ekki nóg að vera trúið manneskja. Þá er einhver að taka við þeim og að því við erum trúaðra manneskjur og við elskum Jesú þá sér hann rest. Þannig að í Jesú nafni er aldrei neitt útundan. Þú færð það sem þú þarf frá honum til að mynda þetta efni. En svo líkur því náttúrulega, þá getur þú staðið á fætur og gert það sem þú þarft að gera annað. En þú sleppir ekkert þessu, hvort sem það er þessi einstaklingur sem talar eða einhver annar. Þetta er út allt og sum af okkur sækist eftir þessu. Af hverju? Það liggur alveg fyrir. Ekki svo að skilja að menn hafa svona gaman að því að horfa á þennan með hvítu húna núna. Þetta er vegna þess að hann talar mál sem að trúin í þér meðtökur. Í raun og veru er trú þessa manns og þíns trúar að talast við. Þetta er svona einfalda myndin af þessu máli. Og við sækistum eftir því að fá þetta, að við finnum þetta fyrir okkur. Atvinnan sem við stundum, hún er ekkert að gefa okkur neitt þetta. Við stundum hana því við erum á þeim aldri að við þurfum að stunda atvinnu, launaða atvinnu, bara upp á framfæra okkur og okkar og það gerum við með vinnu hand okkar. En svo rækjum við líka samfélagið og hlustum á orð Guðs og við tökum þátt í bæninni, við heyrum lofgjörðina. Þetta er svona hringur sem að kirkjan er með innan sinna vébanda og hefur alltaf verið þannig. Það hefur alltaf verið sungið í kirkjunni. Við munum þegar Jesús og lærisveinarnir voru eitthvað stað, var ekki hvar og þá munum við það að reikningat að tala að þeir sungu lofsöngin. Þetta er bara það sem við erum að gera. Við erum að syngja lofsöngin. Allar stundir, byrja með lofsöng sem að hljómsveitin sér og við viljum hafa þetta svona því að lofsöngurinn, hann mýkir upp hjartað og við tengjum okkur betur við það sem eftir kemur. Það var nákvæmlega það sama og þeir voru að gera strákarnir með Kristi þegar þeir sungu lofsöngin. Þeir voru bara undirbúa það sem kæmi
Og eftir lofsönginn, máski og líklega hefur Kristur staðið upp og talað yfir þeim og það ekkert annað en predikunin í dag. Þannig við sjáum að skipulagið það sama og hefur alltaf verið. Og okkur ættum við svo sem að breyta því? Já, breytum við því sem fullkomið. Gerði ekki Kristur allt fullkomið? Og gerði hann þó ekki þetta líka fullkomið? Ég tel svo vera þannig sjáum að við erum með þetta allt í orði Guðs. Uppbygginguna á þessu. Þeir sungu lofsönginn, við munum það. Já, og kannski, líklega hefur Kristur talað eitthvað til þeirra, því að hann notaði nú alltaf tímann þegar hann var með þeim til þess að tala eitthvað til þeirra. Og lagði grunn að kirkjunni og lagði grunn að trú okkar í dag. Því að hver okkar elskar ekki þessi orð sem að Kristur talar, já, út til þeirra stráka og þess fólk sem þá var og líka til okkar í dag. Þegar við erum uppi núna og Kristur jafn lifandi upprisinn og hann var og þeir sá hann, hitt hann upprisinn, mundu það. Við munum eftir þeir gengu þarna nokkri saman eða einhverjir strákar saman og alveg svoleiðis bara voru miður sinni yfir því að það sem gerst hafði með Jesú, þeir krossfestan og allt sem að drápa hann bara fyrir okkur. Þeir vissu að þetta var maður sem að gerði bara gott og þá hann við hliðin á þeim og þeir þekkti hann ekki því að hann var dáinn, takk eftir því. Þeir vissu að hann var dáinn. Þeir sá þarna, já, það var eitthvað kall þarna. Það hvarflaði ekki að þeim eina sekúndu, þetta var Jesús. Þeir þekkti hann ekki, þeir voru ekkert að spá í hann, þeir vissu að hann dáinn. Við vitum alveg hvað dauði er. Dáin manneskja sem farin, við fáum hann aldrei tilbaka. En Guð getur það sem við getum ekki og hann gaf okkur Krist tilbaka. Hann setti að reista hann upp úr gröfinni og gerði miklu meira heldur en það að hann birtist strákunum. Til dæmis þessum strákum og það var komið kvöld og sérstaklega húsið var þarna til vinstri eða hægri, segjum til hægri og hann gerir sér líklega bara til þess að ganga áfram sinn veg en þeir kalli hann og viltu ekki bara gista í okkur í nótt, það er komið nótt og það er alls konar og kreiki í nóttinni og hann þáði þetta boð og þeir setjast til borðs og fór sér að eta eða hvernig það var og svo tekur Kristur brauð, þeir vissi ekki ennþá hver þetta var, kveikti ekki perinni. Svo tekur hann brauðið, hann brautaði á einhvern sérstakann hátt sem þeir vissu að hann gerði. Og þá opnuðu þeir augun maður, þá var þetta Kristur. Þá sáu þeir hann, þá lögst upp fyrir þeim að hann veri upprisin og þá bang, hvarf hann. Okkur. Hann þurfti ekki að vita neitt meira en að þeir þekktu hann. Bang, hann hvarf. Nákvæmlega svoleiðis er þetta í dag. Þú sér ekki Jesús, en þú veist að hann er hjá þér. Þannig bara er það. Ég hef aldrei ekki séð Drottinn. Séð hann og séð hann ekki. Ég man alltaf eftir því, ég sá hann, ég var oft vitnað um það þegar ég fór til altaris og var löngu hættu við að fara til altaris af því að ég lagði ekki að gangi fram, það var náttúrulega mikil og þung svor fyrir þennan mann. Ok, ég fer þannig framganginn og tek mér stöðu vinstra megin við altarið og þá mætir hann mig, bara stóð hann þar. Og ég get ekki lýst honum en þetta var hann. Og svo aftur seinna, þá var ég enn í Neskúpstað, þá var ég heima og þá sé ég hann svona tilsýndar til hægri, svona stóð upp í vegg og ég eitthvað að væla þarna, agalega erfitt. Svo sagði hann við mig, Konráð, ég horfi ekki á þetta lengur. Svo tók hann utan um mig, þetta var komið kvöld og ég bráðnaði og alveg svoleiðis sallarólegur og gleður maður og beint í rúmið.
og sátu morgunsins og stein. Man ekki hvort ég hef séð hann aftur eftir þetta. Það getur, nei, já, hann náttúrulega hérna, ég veit allt það, sko. Stundum birtist að manni með öðrum hætti og ég held að hann geri þetta við alla. Við sjáum þegar hann kom þarna með strákunum að utan og þeir þekkti hann ekki og hann bauði, þegar hann þáði heimboðara og svo vann hann ákveðið verk sem þeir vissu hann gerði með þessum hætti. Þá föttuðu þeir að þetta er Kristur, bang, þá fór hann. Þeir voru búin að sjá hann og þeir náttúrulega efuðust ekkit það að þetta væri náttúrulega manneskja og allt í einu horfinn og þeir í staði þess að verða alveg svolítið svo rosalega skelkaðir þá voru þeir glaðir og veistu af hverju þeir voru glaðir? Þeir voru búin að sjá það, þeir voru búin að fatta að þetta væri hann og engin annar. Þess vegna voru þeir glaðir. Þeir voru ekkert að velkjast inn einu vafa það að þarna væri bara sjálfur hinn uppreisni Jesús. Þannig hann hefur leiðir að okkur og ykkur að segja og þetta vitum við mæta vel að hann hefur ekkert breyst. Þetta er allt eins og það var og hefur alltaf verið og verður áfram af því að það hefur ekkert breyst. Við erum að berjast í þessu fram og tilbaka og leist ekki nema miðlungsá vegna þess að við höfum ekkert breyst. Við erum í holdi, við erum í syndugu umhverfi og syndin lætur stundum því miður á sér kræla. Við losnum ekkert við hana. Þannig að baráttan eftir að trúin er komin, hún er þetta. Hvort hefur betur? Og þú byggir undir trúnaðina, svo kemur að þeirri stund að hún hefur alltaf betur. Og það er sigurinn. En þó hún hafi alltaf betur, þá veistu það að þetta er glíma upp á hvern dag. Stundum harðari glíma einn daginn en annan. En barátta saman. Þannig að þessar birtingamyndir sem við lesum í orði Guðs, við þurfum á þeim að halda bara til að hressa okkur sjálf. Hvar væri við stödd ef við hefðum ekki þessa hressingu í Jesú nafni? Þá værum við nokkuð illa sett, myndi ég nú segja. En við erum ekki illa sett, við erum vel sett, að við erum með Drottinn himnana með okkur og hjá okkur og hann elskar að vera bara það sem við erum. Eins og þegar hann kom inn í herbergið og hann birtist allt í hennu þar. Strákar, ég er ekkert farinn. Nákvæmlega. Hann er að tala til þín. Hann er að segja þig, hei, ég er ekkert farinn. Af hverju ert þú farinn? Snúðu bara við og við skulum bara eiga samfélag aftur. Þetta eru skilaboðin sem hann er með til einhvers núna. Snúðu bara við, því ég er einn sami. En ég held að sé komin einhver tíma á þetta, ég glemdi að trekkja klukkuna, ég var með hann á eftir. Konráð þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.